Fiskveiðar eru eina undirstöðu atvinnugreinum Íslands og þetta svo auðlind sem við lifum mest á og ég tel að fiskveiðistjórnunarkerfi sé mjög gott. Aflamarkskerfið að mínu mati betra heldur á sóknarmarkskerfi og hefur reynst bara ágætlega. Auðvitað reynir mann að komast fram hjá því en það hluti af öllum kerfum. En þá það spurningin eignarhaldið á aflamarkinu. Hver má veiða? Hver hefur heimild til þess og ég tel að núverandi lausnir sé ekki fullnægjandi. Það greinilegt að fólk vill ekki að einhverjir fáir eigi þessa auðlind. Það held ég sé svona almennu vilji fyrir og jafnvel útgerðarmenn eru farnir að fallast á það, borga veiðigjald og annað slíkt. Og hins vegar það kerfi sem menn hafa byggt upp í kringum þetta minnir skuggalega mikið að Sovétríkin. Menn hafa hugsað sér, við lítum á alla sjávarútveg sem eitt fyrirtæki. Það kostar svo mikið, það þarf svo mikið arðsemi og það svo mikil áhætta og svo framvegis. Og við ætlum að taka þetta allt saman og reikna út hver auðlindarentan. Gallinn við þetta sá að fyrstulega upplýsingarnar ekki alltaf til staðar. Þær eru yfirleitt orðnar eldgamlar í því skilningi að atvinnulífið og kerfið sjálft, veiðikerfið sjálft, alltaf langt á undan. Við erum að selja í dag þorsk eða loðnu eða hvað það nú á verðum markaðarins í dag og jafnvel eitthvað framvirkt. Á meðan fiskveiðistjórnunarkerfi og auðlindagjaldið reiknað miðað við stöðu fyrirtækjanna fyrir 1 eða 2 eða 3 árum. Og það þýðir það að ef verða miklar breytingar og sviptingar á mörkuðum eins og alltaf verða, að þá getur kerfið orðið bara alltaf því skaðalegt. Og við sjáum að til dæmis núna að verð á loðnu að lækka og það erfitt að finna hana og svo framvegis og auðlindagjaldið getur orðið til þess að menn hreinlega veiði ekki loðnu, sem alveg fáránlegt. Það sem ætti að gerast væri það að menn þurfa að fara að taka inn í einhvern markað. Það að segja að menn borgi fyrir veiðar á loðnu hvert kíló miðað við einhvern markað og til þess að koma því á þá þarf einhvern veginn að setja veiðiheimildina sjálfar á markað. Og sem lausn á þessu og til þess að mæta þeim kröfum að þetta sé auðlind þjóðarinnar þá hef ég lagt til að þjóðin fái auðlindin á 40 ára fresti. Hún fái á hverju hausti 1/40 af öllum veiðiheimildum í Ísland og þá ég að tala veiðiheimildir í stærsta skilningi, það segja bara heimild til að veiða fisk og til 40 ára. Hann fái semst 1/40 á hverju ári til 40 ára. Hann með veiða svo mikið, svo stóran hluta, 1/360.000 deilt með 40 á hverju ári og þann afla megin veiði 40 ár. Eftir 40 ár þetta aftur laust og þannig getur kerfið gengið endalaust með því að það alltaf settur 1/40 á hverju ári til 40 ára. Af hverju 40 ár? Vegna þess að núverandi eigendur veiðiheimilda, þeir þurfa að hafa tíma til þess að afskrifa þær eignir sem hafa kannski nýverið keypt á háu verði og það þarf að gefa þeim ákveðna aðlögun og ég tel að 40 ár sé ekkert verra heldur en hvað annað. Menn geta sjálfsögðu rækta hvort það verið 35 ár eða 30 ár en meðaltal þetta þá 20 ár sem að því að þeir afskrifa rauninni þá 4%, 2,5% á ári, 1/40. Nú, margir kynna halda að útgerðarmenn væri á móti þessu og ég held þessi á móti þessu. En ef þeir myndu hugsa málið til enda og átta sig á því að þeir eru búin að vera undir stórfelldum árásum alla tíð frá því að fiskveiðistjórnunarkerfið var tekið upp 1983 og þannig þetta sett sem lög að þeir ættu þetta, nákvæmlega sem Jón og Gunna ættu það sem úthlutaður á hverju ári, 1/40 og þetta eign sem algjörlega frjáls. Ekkert bundin skipum eða því að menn veiði eitthvað eða svo framvegis, menn eiga bara ákveðin hluta í afla hlutdeild ársins. Og ef einhver vill ekki drepa þorska og fiska,
og þá bara notar hann ekkert sína heimild. Því það er þetta úthluta meira næsta ár. En svo þessum aflaheimildum sem ganga á kaupum og sölum og ég vil jafnvel skoða það að útlendingar megi eigi þetta. Það hins vegar, veit ég, mjög viðkvæmt. En það sem þetta bara til 40 ára þá væri það svo sjálfur sér allt í lagi og myndi ekkert gera annað heldur en hækka verði hjá Jón og Gunnu sem að fá 1/40 hvert heimili úthlutað til 40 ára. Og þannig myndu þau sem sagt setja þetta á markað og í byrjun af fiskveiðiárs þá voru þessum aflaheimildum breytt yfir í aflahlutdeild í loðnu, þorski og svo framvegis og það gengi þá sömuleiðis líka kaupum og sölum. Og það komin algjör markaður sem ég held nú að Sjálfstæðisflokkurinn aðhylltist og ég aðhyllist til þess að ákveða verðið á því hvað menn vilja borga fyrir það að mega veiða 1 kíló á loðnu til dæmis eða 1 kíló á þorski. Og það sem að markaður hefur það eðli og hlutverk að hugsa alltaf fram í tíman að þá myndi hann aðlagast strax breytingum á markaði erlendis með verð á loðnu og þorski og svo framvegis og vera miklu nærði heldur að núverandi kerfi þar sem að ríkisvaldið að með stirðbusalegum hætti að reyna að meta auðlindarentuna með því að líta á allan sjávarútveg sem eina heild og koma með upplýsingar 3-4 mánuðum seinna.